Crew eru komnir á fóninn. Það föstudagurinn 27. ágúst. Möller Crew! Og FM 95 Blöður hafði göngu sína á þessum fína föstudegi. Ágætis veður úti, 15 stiga hiti og ja, bara kósi. Smá dropar á. Þetta útvarpskallinn minn. Ég heiti Auður Blöndal og hér í mínu sæti. Beint á móti mér sitja Egill Einarsson og Sveppi Krull. Og ég ætla bara að byrja á þér, Sveppi. Hvernig ertu? Hvað ertu, 5 ára? Nei, ég er 39 ára og grjót. Allt, ég er góð maður. Ég er svona alveg sultu fítn og slaka maður, halva nú. Búin að venjast Ísland aftur? Já, maður allt sem koma. Já, er ekki farið að langa bara aftur út? Já, það kemur að því sko. Þetta er bara þannig, þegar maður er erlendis og maður hlakkar til að koma heim, svona leiðum maður er búin að vera heima einn dag, þá hugsa maður af hverju hlakkaði til. Já, ég var svona eftir 2 vikur þá með þetta döðna gút, þá var ég búin að hitta alla sem ég þekki, gera allt sem ég skammar að gera og þá langar mig út. Hvað var að gera akkurat núna ef þú var úti akkurat núna? Ég væri nákvæmlega að vakna og stilla á FM 95 Blöð í tölvunni minni. Vel gert. Hlusta á ykkur strákarna mína. En Egill, hvernig ert þú? Öllum saman, við skulum fara í lag. Ég hef aldrei verið betri. Aldrei verið betri. Bara svo nýr. Já, og af hverju ertu svona góður? Ég veit það ekki, lífið leikuðu mig. Sveppi var að skoða pokaðan því hann hefur aldrei séð svona snakk áður. Þetta heitir Protein Bite Svepp, eitthvað svona þetta kannski að fara að skoða. Þetta er bara svona... Ef maður er að borða snakk yfir hug, þá á maður ekkert endilega að vera að leita einhverju holtu snakki. Þá er hann skott að sleppa því að geta snakk, eða geta óholt snakk. Allt holt snakk er kjaftaði. En að vera með eitthvað svona til að geta nartað því án þess að blása út. Nei, það er ekki svolítið sniðugt. Það kremja bitana mína maður. Ég ætla að fitumæla Sveppu eftir. Já, það er... Mér er tullu saman. Er þetta ekki fínt? Jú, þetta er vant maður. Akkur það borða, það finnst ekki skrít, mér svo skrítið að borða eitthvað holt nammi. Hann er ykkur átaki núna. Nú, Ég er að ríða. 4% fitu, eða? Ég er bara að taka bara oft í sumar, maður svo. Ég er svo allir aðrir sukkaði sumar, sko. Þannig að þér finnst að þú ætlar að leyfa að snakka á annan borð þá er ekki verið að fá þér eitthvað hotlustu snakk heldur bara að fara beint í Lays eða Doritos eða eitthvað. Já, eitthvað sem er gott, skilur. Eitthvað sem er gott á bragðið. Þú veist, ég er ekki að reyna að vera eitthvað feitabolla eitthvað, reyna að tala niður til próteins. Nei. Alls ekki, ég elskar prótein. Ég er náttúrulega prótein. Nákvæmlega. Málið er bara þegar maður er að borða snakk og langar að gera vel við sig á annað borð, þá náttúrulega ferður bara getur það sem að þér finnst gott. Já. Og það er bara, veist, Þér finnst þetta ekki gott. Doritos eitthvað. Þetta er ekkert sérstaklega. Þannig ég er heppinn, mér finnst þetta gott og það gerir mig ekki spyrir kveitan. I like that. I like it a lot. Hvað sem er ágjörðu því, við erum spekfeitur á einu snakkpoka. Og ég er að fara að klípa mushroom á eftir. Ég hlakka til við veitum hvað Já, við erum búin að fá, hann var að banna það á snappinu aðan en við erum búin að fá leyfi hjá hann. Þú veit, ég verður að vera með, hvað gerir þú út heim í Bandaríkjunum í ár? Þá má vita það eftir. Já. Og við ætlum líka að fara, ég var að ræða þetta við erum að koma þér í stand og það er oft gott að byrja bara að fá skellin, vita 40%-una af því að þá liggur leiðin bara í halda þér á lífi líka. Það er eitthvað fucking heilsu þáttur. Sitja 2 eitthvað líkansrætt að frömmir hérna og rauna yfir lúkið. Ég veit ekki að rauna. Hvað kjátt það er í gangi maður? Er þetta ekki bara Entertainment Radio? Já. It's an Entertainment Radio! Talandi Entertainment Radio, greinlega orð sem að Sveppi lærði úti og gaman að heyra. Við erum með þrjusu þáttanleikur í dag, kæru hlustendur. Eins og Egill kom inn á þá ætlum við að fitumæla Sveppi hefur eftir, við heldum því nú eitthvað að snappi líka. Við fyrir í kortmyndur frekar. Við ætlum að fá Erp og Bentinga í heimsókn því að þeir eru að fyrir spurningakeppni Gilsarans. Já, rétt. Og þú ætlar að henda á þeim bara hvort þeir eru meiri rock, þeir eru báðir mjög hreinskilnir. Ég ætla bara að henda þeim í King of the Bad Boy. King of the Bad Boy. Og þeir eru báðir bad little boys. Og hver er óþekkari? Það er svolítið... Er það bad little boys? Já, og hver er meiri bad boy? Já, hvor heldur þú að sé meiri bad boy, Bent eða Erpur? Ég held að það sé svona yfirborðinu lítið út fyrir að Bent sé meiri bad boy. En ég held að undir niður í kraumi rugglaður bad boy í Bentana. Ætlar hann takið það? Nei, Erp minna. Nei, ég held að Bent sé meiri bad boy, sko. Erpur er svona meiri bad boy yfirborðinu. Já, heldur að Bent takið það? Ég held að Bent gæti tekið þetta en hann er líka hóvar, hann er ekkert að Nei, þeir eru nefnilega báðið mjög hreinskilnir, þeir verða bara hreinskilnir. Bentarinn er ekkert að fara að opna hjarta sér hérna í FM, sko. Svo fyrir við í sturluð eða hrossaskítur, við fyrir í gamla lið sem heitir Leggja orði í munn. Egill barðist mikið fyrir þessum lið og gekk hann í gegn. I like that.
Þannig að við fyrum hann hér á eftir. Við fáum heimsókn frá stúlkum úr Ungfrú Ísland. Þær eru að fara að keppa í einhverjum góðgerða fótboltaleik á morgun og koma í heimsókn. Og ég held að sé einhverja 2 að koma. Ég ætla að henda þeim í gift að sofa hjá Drepa. Það skemmtilegt að heyra stelpur tala þetta í stæðan fyrir að við séum alltaf hérna að tala einhverja punga sko. Og ef ekki að velja einhverja 3 fárlega þetta gæja? Já, eða bara eitthvað sem tengir okkur. Já, við þurfum að hugsa það núna. Samt, ég var til að velja 3 gæja sem í ruglinu. Já, ok. Ekki blanda mér í þetta. Nei, engar hókjur sísmáður, það er mjög létt. Allar fegur og drottningar. Það er allar drepaði. Drepa, sveppa, drepa, ok. Nei, þú er ekki giftast þér. Þú ert fín, ég veist það, af öllum hérna, ef þetta væri þú, Egill og Steindi, þá myndi ég giftast þér þessu. Mér líður líka bara eins og ég sé búin að vera giftuð síðan 2002. Já, það er svolítið þannig sko. En þannig að eins og þið heyrið kæru hlustendur, það er þéttu þáttu framundan og þessi drengir á leiðinni, þetta er líka gott lag og heitir Í næsta lífi. Samnastendinga hjörð Í amerískum fötum, þambandi úr glösum, standandi í röði Bankastræti Týragastögg Ísland, þetta vera veistla Geisla, við búkan bröf Geisla, það náður en þú veist að við neyslan Hætt að vera veistla Næst ekki hann Bent, Ágúst Bent og hann er á leiðinni hingað ásamt Erpi Eyvinda. Ég verð að viðurkenna, mér finnst þetta alveg sjúklega flott lag. Þetta er geggjalag. Og ég er ekkert rosalega mikill rappari eða fíla eitthvað svoleiðis sko. Nei. En þetta, ég fæ bara svona yeah. Bent er líka, maður verður að gefa það. Bent er eitt svarasti rappari lands. Er bannað á FM að spila þetta lag aftur? Núna eftir bara strax. Það væri bara afsnarlegt. Já, hvað? Er það ekki gaman ekki rastalega fyrir? Rikki myndi reka þig. Já, viltu það? En þetta voru Erpur og Bent og þeir eru bara á leiðinni hérna Sveti. Ef að þú værir kvenmaður, bara eins og þú bara nákvæmlega sama típu ert, nema þú væri bara svona lítil butta með þess að kona. Fokkin þegiðu maður. Hvort mynduru vilja vera með Bent eða blastur okkar? Hvor væri meira þín típa? Sexually þá eða? Nei, bara svona kærasti. Nei, bara, veist ég sadomaso. Í hverju þetta sexually búi? Nei, ég er bara svona kærasti. Ég held að kannski meinti bara bíó eða eitthvað. Já, ég er að tala um það. Þetta er ekki alltaf eitthvað sexually. Bara ef annar er rætt að vera kærastinn, þú sem hvern maður, hvort myndir þú byrja með, heldur þú? Ég myndir nú líklega byrja, ég veit það ekki. Nei. Bent. Já, það er eitthvað við hann. Það er ekki upp á slægi eða svona? Já. En ég myndi halda eins og róulegs hundur fram í honum með Erpi. Það er komið að slúðrið hér í F95 Blöð og ég ætla að byrja slúðupakkan á launahæstu leikurum. Það er reynda bara komið hérna við kallleikara, vantar konunnar, tökum það bara næsta föstudag, en þetta eru launahæstu kallleikarar heims og það kom, þessi listi komið svolítið óvart. Efstur á listanum er Dwayne The Rock Johnson með 64,5 milljónir bandaríkjadala á síðasta ári. Já, það kemur endur ekkert óvart. Hann er þetta leikur í annar eitthvað í bíómynd. Ef ég fer í bíó, talandi bíó, þá fyrir ég mynd í gerð sem heitir War Dogs Geðvig með Jonah Hill. Veistu hvað, þegar ég var að skutla strákunum í bíó, sonu mín og vinur hans voru að fara í ammali, sáu plakatið af þessari mynd og þeir bara, sjáu, hann er alveg svo Sveppi. Það er ljótt. Það er ömurlegt, þetta var í brjálaður. En Dwayne The Rock Johnson, hann er tekið aftur með 64,5 og Sveppi, hver myndi þú halda að vera næst launasti leikari, kallkynsleikari heims? Mér er svo skrítið að hann skulle vera svona launahár. Já, ef ég finnst það skrítið, þá verður ennþá meira hissaður og heyri hverju öðru sæti. Hvað er það bara, veist, ég veit ekki, menn þetta er ekkert í hug. Jackie Chan er í öðru sæti með 61 milljón. Já, hann er bara á fullu í sko Asíu. Hann dælir út myndum í Asíu. Já, einmitt. En Dwayne The Rock Johnson sem er mjög vöðvamikill og þetta er frábært fyrir okkur vöðvafíklana. Já, þú ert mjög sáttur með þetta. Sjá hérna skýrhaus pakkandi öllum saman. Tekur Leonardo DiCaprio og þú veist. Sko, DiCaprio er ekki top 10 listan. Matt Damon er í 3. sæti með 55, ég er enda mjög ánægður með það. Hann tekur Denzel, tekur alla þessi gæja og pakkar þeim saman. Bjóm. Já, en þessi hinni gæjarnir er ekkert að leika bíómyndir lengur. Leonardo DiCaprio bara framleiða bíómyndir og það fullt miklu meiri penning heldur en þessi rock. Hann er alveg ennþá að leika eitthvað. Já, ég veit alveg hann tekur að sér einu og eina mynd. Tom Cruise í 4. sæti með 53 ár, Johnny Depp í 5. Svo koma Ben Affleck og Vin Diesel. Þannig að það gerist, þannig að bara ef þú ert ofsalega vöðva mikill, þá heldur þú bara með gæjanum. Þannig að hann er með vöða. Bara shit, hvað þessi sterkur. Ég er mikill rockmaður, toppmaður. Ekki það, ég er enda alveg tím rock líka.
Ég nýbyrjar að horfa á hérna þættina Ballers á Stöð 2. Hann geggjaður í þeim. Ég ætla aldrei að horfa á það, svo kláraði ég bara fyrstu seríu á 2 dögum eitthvað. Það mjög góð. Er þetta góður leikari? Já, hann fínt. Dwayne The Rock Johnson, hvað það? Þú ert með fordóma gangið vöðvahausum. Nei. Ég hef margóft rekið með það. Nei. Kallum átt skýrhaus og eitthvað fram með öskrand á mig. Ég var að heyra orðið skýrhaus í fyrsta skipti. Herðu, þú sagðir áðan orðrétt við Egil, ég var að taka hérna skáp. Nei, þú kannt náttúrulega ekki mannganginn heimska vöðvafíll. Þetta sagðir þetta fram með Já, ég veit það. Ég sagði það. Þú kannt alveg mannganginn. Þetta eru fordómar á skýrhausa. Kanntu mannganginn, Egil? Já, ég kann mannganginn. Já. Anna verður nú skrítið líka. Hann ákapar á þetta, ég er skýrhaus, ég kunna hann ekki. Sem mjög sæðrandi. Britney Spears, hún var í Carpool Karaoke hjá James Corden. Ég er enda búin að horfa á það og mér fannst það bara finnst hann eins og henni líður bara pínu illa í bílnum, sko. Hún syngur ekkert jafn mikið aðri sem voru með honum, en var svona opinská þegar hann var að ræða við hann og hún er hætt, hún er búin að gefast upp á mönnum. Hún ætlar aldrei að gifta sig aftur en hún var til í 3 börn í viðbútt. Það nú mann í það. Hann langar í 3 krakki viðbót en langar hins vegar ekki mann. Ég held líka hún sé bara búin að gefast upp að því hún er búin að vera með samansatna aumingjum eftir Justin Timberlake, ljótt að segja. Já, það var allt downhill eftir það einhvern veginn. Já, ég sammála því, sko. Hún er aldrei átt að halda fram í honum, sko. Skeitar. Já, hann var ríkala ástofangin að henni og willing to give her his name eins og hann segir í einhverju texta og hún skeitar. Justin er toppmaður, sko. Ég fór að sjá hana í Las Vegas. Britney Spears í Las Vegas. Fórstu á sýningunum? Já. Hvernig var? Það var ekki sérstaklega gaman, sko. Nei, ekki? En hvernig var fórst væntalega með börnin, ekki að þetta var þú einn eitthvað? Nei, ég og krakkarnir og fórum öll á Las Vegas í sýningu. Og hvernig var Stórdísi og... Jú, þeim fannst náttúrulega gaman, þau veit ekki alveg hver hún er, sko. Hún er ekki eins heit og margar þessar ungu. En meðan þetta sjóina, hún gaf ekkert af sér. Nei, það er líka í þessu Carpool Karaoke, ég er ekki að grínast þegar fólk horfa á þetta er inn á Vísi og YouTube og hún er bara, henni líður illa. Hún segir aldrei ekki bara hey I love you guys, hún er bara að synga bara lag og svo er það bara búið. Ekkert, og mér segja tónleika, þessi sýning heitir Piece of Me. Já, og það er bara I didn't get a piece of her. Nei, skilin. Svo er það hér í lokin Jennifer Lopez. Já, Egil hún alltaf verið mjög skotin henni. Já, þetta er gott slúður á þetta. Já, hún er byrjuð að rappa aftur við Kasper Smart fyrir hann eiginmann sinn, hérna dansara og vitlýsing og eru svona slúðumiðlar úti farin að svona gruna að þau getur að byrja aftur saman. Kasper Smart, það er ógeðslega fyndið nafn. Já, Kasper Smart. Það er líka hérna myndir að hún er sko, hún er way out of his league, sko. Þetta er veist að, þetta er bara svona með þess að dansara. Maður á að fara að byggja dans bara sem ungu drengur, þá áttu sér bara í hvaða konu sem er. Það er bara hann. Svo er þetta náttúrulega líka bara hvernig hjartalagið er. Nei, þetta er pottitt hundleðilega náðingi. En þetta var slúðurpakki dagsins, vonandi höfðu gaman að... Þetta var ógeðslega gaman. Takk fyrir það. Hér strax eftir slúður annarkvort fitumæluðu sveppa, getur þurft að fara snemmi það, eða fyrir mig kortmyndur fyrir ekkert. Það tækir náttúrulega klukkutíma. Það er ekki búið ykkur að fara neitt. Búinn í ræktinni í dag. Safran. Við höfum góða reynslu af snilldargræjum. Tryggðu þér Lenovo fartölvu á frábæru verði allt frá 69.900 krónum. Nýherji. Þegar þú notar símann undir stýri, er 23 sinnum líklegra að þú lendir í slysi. Eru Pokémonarnir í alvörunni svona mikilvægir? Sjó á. MacBook Air. Alltaf 12 tímar afhjörandi. Epli, Laugaví og Smárali. Komdu og upplifðu stemninguna á markastugum í Bíkó. Bíkó, gerum þetta saman. Tikka masala kjúklingur. Safran. Fáðu þér svo fyrir æfingar. Brjáluð orka og brennsla. Aukinn vöðvamassi, styrkur og úthald. Vaxtarvörur.is. Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins. Höfðabílar kynna, nýtt og betra útisvæði. Stórir, litlir, nýir og notaðir. Við eigum bílinn fyrir þig. Höfðabílar, Fossálsi 27, Draghálsmegin. Ok, dýllinn í Keiluhöllinni er þessi. Þú fær rútumiða fyrir 2 og frítt far í bæinn helgar ef þú kaupir 6 í fötu. Keiluhöllin Egilshöll. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við Keilu vandamál að stríða. Ég veit að allt sem ég finn
Syngur Páll Óskar hér. Þið eru að hlusta á FM 95 Blöð og við drengirnir þökkum ykkur kjallaði fyrir það. Hér á FM og Egill, hann orðinn æstur í að bara fitumæla sveppar strax. Hann ljúka því af, segir hann. Og hann að við förum bara í kortmyndur frekar á eftir. Já, ég meina hendum okkur bara í þetta. Herru, verði ég ekki að opna snappið? Hann að eigum einhverja myndir af þessum. Hann búinn að opna einhverja heimasíðu hérna sem heitir Body Fat Calculator for Men and Women. Ég þarf að reikna þetta út. Þannig að þú ætlar að tjekka hvað svepp í 50% eftir að koma heim frá LA. Ár af USA gerir fyrir mann. Okay. Og hérna, ég hugsa bara svona fyrir fólki sem að hlusta með skemmtanagildið. Já. Hvað, sjáu, það 0? Ég held að fólk muni elska þetta. Nei, þetta tekur enga stund, sko. Þannig klípa það er bara svona gera lítið úr mér á skömmum tíma. Nei, þú getur haldið áfram að spila umulega tónlist. Það er ekkert að gera lítið úr þig, villisingur. Hérna, ok, hvað ákvörðu byrjar þið? Málið er bara, já, þú dælir inn á snappið. Já, ég er með snappið. Opnaði snappið. Það er fyrir fólk sem er að hlusta að geta líka skoða, þetta er skemmtilegt að geta horta á þetta. Það er FM 95 Blå fyrir ykkur sem er ekki með okkur á Snapchat. FM 95 Blå. Sveppi, farðu úr og ofan núna strax. Það er bara að bera ofan. Ég þarf að klípa í þig. Hvernig heldur þú, hvað heldur þú getur gert þetta bara í bólnum? Farðu úr bólnum. Ég er að tala við Gils. Sko, farðu úr bólnum. Reynda við ekki. Taktu þetta upp þegar hann klæða þessu úr. Taktu þetta upp þegar hann klæða þessu úr. Ég held þú að vera verið Sveppi, ég veit ekki það. Hérna, þetta er alltaf buksón líka. Hvað, ég verða bara titt, hvað, það er að flyttum að það með tittlingin? Nú vissi kæft það í gangi. Hefur aldrei verið mældur, Sveppi? Jú, ég hef verið mældur 3 og Gils hefur alltaf mælt mig. Hann kom til mér eins og hætti að borða brauð og var mjög grann. Málið er að Sveppi er mjög snöggur að koma sér í form meðan enni. Þú gertu niður þig, Sveppi. Já, hóðalegt eftir þetta. Þú ætti þetta út í nærbuxum. Mjög flottar náðu nærbuxunum hans. Leður fólki sjá nærbuxunum. Náðu. Þetta er röndugt þar og maður sjá það Sveppi. Það er nærbuxum sem ég keypti í H&M. Það er mjög cool. Raskættu það er mjög flott í þeim. Það eru geggjar. Það er svo ok. Takk fyrir það. Ok, maður sjá, slakaði alveg á. Ég er svo sultu slakur, hvað? Sjá, ég ætla að klípa þig í brjósti hérna nú. Byrjum á brjóstinu. Mjög mikið að fita á brjóstinu þar. Nei, mér finnst það ekki. Þetta er það vond, maður. Sjá. Þegar þú ert að fitum aðra konur, gerur þetta líka þá? Nei, klípa þær í þríhöðun. Já, væntalega klípur ekki. Nei, já, bara herru vippaður úr, hvað þann bara haldum brjóstinu á konum og klípa. Þetta er Gils. Snúðu beint af mér hérna. Það var að bumban. Hérna er svona, það er svona mesta fituninni hér. Já, það er, ég bað Guðum að safna henni allir þarna. Sleppur, hvað er hann á kviðunum? 54 á kviðunum. 54? Já, hann, sko. Já, hvað er þú með þig? Þú veist ekkert hvort það er úrslega mikið að lítið. Ég er 8. Já, hann veit að hann er 8 og þú 54. Það er rosalega munur. Það er svo eina. Það er að lærin, svo er þetta ekkert meira, er þetta ekki bara brjóst, bumb og læri? Þetta er klart, það er minnst á lærunum þar. Já, ertu ekki með fína lappir, Sveppi, eru alltaf verið með? Jú, ég er alltaf með fína lappir og ég er ekkert feitur á handleggjum, þetta er bara að sapnast á mig svona bumba þegar ég drekk mikið bjór og borða brauð, sko. Smá bjórbumbur. Já, ég ætla bara að reikna hérna hvað þú ert feitur. Þú ert ekkert að reikna neitt, þú ert bara að taka mér einhverja fucking myndir. Erðu reikna þetta? Ok, maður sjá. Þetta er svo gaman maður, shit. Ok, þú ert 39 ára. Já, ok. 43, 54 á kviðnum, 30 á lærum. Þú ert. Já, nú er Byttu, ég ætla að snappa stórið ef einhverjum næri ekki að hlusta á þinn. Nú er fólk að keira og er bara Æja, hvað er hann? Þú ert nákvæmlega 35,22% fita. 35%? Hann er ekki að rána hann það. Já, sko, það er, ég held hann verið meira. Hann er bara svipar og ekki G. Já, sko, ef hann er 33. Sýtt hvað það getur að vera töff. Má ég bara að líta á það sem eitthvað rós? Já, það er, ég held þú ert búin að búa í Bandaríkjum 1 ár. Ég held að það tonn, sko, Já, sko, málið er að Rikki er 30. Hvað heldur hann verði þegar 39 ára Rikki? Það er svona miklu, sveppir í fínu standi. Og svona, já, 1/3 fita, nei, 33% 1/3. Það eru geimt þessar tölur, ég segi við mælum hann aftur eftir 3 mánuði. Það er eitthvað átaka. Já. Ég geina þetta. Hann er bara að byrja í smátaki núna, kallinn. Ég spá að setja þetta bara á
Twitter, hann að það verði bara það, svo í tínusíkju Já, fýnt að hendur sig eftir á interneti að þetta fer aldrei Látum internetið geima upplýsingar það hvernig ég vaksin Ávitið það, kæru hlustendur að, heim frá Bandaríkjunum 1 ár Ég verð komin niður svona 1%. Hvað maður lengi að taka sér 1% í fytu? Þú getur verið eina vikaði Smokers Fínasta lag Ég fíla þetta mjög gott Það hlusta hér á FM 95 blöð Það styttist í þá félaga Erp og Bent Þeir eru leiðin í spurningakeppni Gilsarans Við fáum líka hér stelpur Ungkrú Ísland sem að fara að keppa góðgerðarleik í fótbolta á morgun Og svo erum við með Sturlar eða Hrossaskít Gamall og góðu liður sem heitir Leggja orði í munn og fleira Það er nóg framöndan en það er hins vegar komið að vikulegu lið sem heitir Kortmyndur frekar Og hann ekki flókin Ég spyr drengina 3 spurninga Og þeir segja hvort þeir myndu frekar gera þetta eða hitt Eru þið tilbúinir drengir? Þeir voru ekki sammála neitt síðast Ekki? Nei Eins og við erum nú svona svipaða týpur Já, eins og þeir eru nú líkir Fyrsta spurning í hvort myndu frekar í dag Er hvort myndu frekar aldrei hlæja aftur Eða aldrei aftur nota snjallsíma Hvernig sem maður fari Þetta er mjög einfalt Maður fari 50-10 Ég þú bara mættir ekki eiga síma Svo getur fara á neti og svona 50-10 er ekki snjallsíma Nei, ég mætti eiga hann Já ok, það var bara Það þarftur reyndar að vera snjall til að eiga síma sko Það er góða bútur Hvað, var þetta léttir í þig, Söpi? Já Hvað? Ég myndi aldrei nota snjallsíma Þú getur ekki hægt að hlæja Serðu? Sko málið er að Það er þetta ömurlegt líf Ég held að Sveppi sé að skýta hana Nú Myndu þú frekar hægt að sleppa því að hlæja og vera bara fúll í Angry Birds Nei, sko, þú sér svona virkilega sexy gæjar Svona bara álfuru sexy gæjar Er ekkert svo trúð að skellir hlæjanda Þú fer ekkert á bar og sér fárlega sexy gæjar hlæjanda svo trúð Þannig bara svona pýrð augu að södra svona konjakglas Og brosi bara Já, svona kannski glotti svona Þannig ekkert hlæjandi Ég verða við ekki Ég veit ekki hvað þú ert að fara að segja eða hvað þú ert að segja Ég bara segi við þig að það er þetta fórna hláturinn Þannig að þú myndir fórna hláturinn Fyrir hvað? Fyrir snjallsíman Það er reyndar Facebook Svo háðu símanu sínum að það er djók Það er ekki að æfa með Facebook í tölvunni Með Twitter Þú getur gert það í tölvunni Þá aldrei aftur Snapchat Aldrei aftur Instagram Jú, þú getur verið með Snapchat á iPad Já, reyndar Nei, já veist Það samt sökkar Það sökkar að vera Þá fyrir hann alltaf inn að miða við bara Viltu hætta að hlæja til að geta sér Snapchat frá einhverjum börnum út í bæ Þá þarf ég að fara á Twitter í tölvunni sem sucks Ég ætla að hætta að hlæja Þú ert ekki að grínast með það Þú myndir frekar hægt að hlæja Það er svolítið ósexy að vera svo trúður hlæjandi alltaf daginn Herðu, mannstöndaginn þegar við fórum út að borða og ég held að síminn minn hefði orðið eftir í leigubílnum Þú hlóst samfleytt í korter Þú sagði þú var aldrei skemmt Þú var aldrei getað gert það aftur Það var líka að finna sig í séð Já, en ímyndar, þú var ekki getað hlegið Það reyndar, það er góð bútur Það er sökkað að mig ekki að hlæja akkurat á En þú þarf líka stundum að hugsa bara sjálf en ekki bara hvað þú ert að gera fólkinni kringu svona. Já, ef ég væri á bar og fólk er horfa á mig En þú grænni alveg hlátri á Susi Samba Ég veit að það var líka svo fyndið að grínast það Var ég búin að segja það Ég held að það er tínt símanum í bíl Ég náttúrulega sko símanum minn var stólið í Fraklandi Þannig ég veit hvernig að vera símanlaus Svo labba ég gleymdi hérna, ég setti, við vorum í leigubíl leiðinni niður styr og ég baði að fá hlaða fram í og hann var í hlæðslu og svo bara labbaði út í bílnum og ég fer í hérna innan á svasan og finna síminn er ekki þar ég held að hann var ennþá í hlæðslu fram í ég bara síminn, hljópa eftir honum og bíllinn, herðu ég hef aldrei séð hans, þetta var sama kvöld á Gay Pride hann gætt bara keyrt beint frá Susi Samba niður ég bara ok, næ honum pottið þarna á biðskildinni hann gætt beint niður eftir og alla leið niður á ljósum ég bara ok, ég var að vona að koma í rautt ljós ég var að hlaupa á milljón eftir honum það kom grænt og ég hleyp fram í stjórnarráðinu ég bara ok, ég hlýta að ná á honum á rauðu ljósi þar engin bíl og grænt, ég rétt að bomba svona í rúðuna og hann held að þetta væri bara eitthvað fyllibit og keyrði bara á hann síðan bara einhverja 2 stelpur sem sáum bara hlaupa á milljón eftir bílnum og það er bara hérna auðvitað er allt í lagi ég bara eitthvað, já, símið minn er í bílnum ok, viltu hringja hann, ég bara já og fekk að hringja einhverjum 2 stelpum og síminn svaraði ekki herru, veist hvað síminn var svo í innan á svarsanum hjá Áskeri Kolbens hann tók hann úr hlæðslu á leiðinni Susi Samba það var hræðilegt sko ég hef aldrei Egill hló samfleytt í svona 15 mínútur ég stóð við hliðin á blöð þegar það sagði síminn og tók sprettinu göttinni áttina að bíða fyrir ég aldrei sé gæði hlaupið af hratt ég sagði tjöfnveld getur blöðar hlaupið hratt síðan beigði hann til vinstri hérna og hann rak öxlina í glugg
bakkan á B5 og hljóp það hratt í beigjunni sko. Það var hræðilegt sko. Og sér að koma síman laust tilbaka alveg móður. Þá var Kolbari með síman í vasanum, besta kamer í síman. Ég hljóp svo mikið, það rann að mig sko. Þetta bara ég elska þetta. Þá það næsta spurning. Egil, þú ætlar að hætta að hlæja og Sveppi þér drullu saman átti sitt snjall síma laus. Já. Já, ég held að flesti myndu segja það. Hann líka alltaf með iPad-in á sér. Hún ég nefnum að segja ekki sem allt hvað. Þú ert alltaf með iPad-in. Já. Svo hvort myndi frekar að það myndi leka kynlífsmyndband með ykkur og kærust ykkar á netið eða að þið og konur, sem sagt þú og kona eins og Eppi og þú og kona þín Egil, mynduð leika saman í blárri bíómynd og fá fyrir það 50 milljónir? Ég myndi alltaf taka 50 milljónina. En þá ertu búin að viljandi leika í klámmynd, þú og kona en ekki gleyma einu tekjubústunni sem verður hjá þér í vinnunni eftir að legur myndband aður út sko. Nei, það var ekki gott ef Sveppa badansjálf. Ég held að Mushroom myndi auka tekjuna sína töluvert næstu svona 20-30 árin. Bara eins og Kim Kardashian? Já. Ég meina, Ron Jeremy ennþá í bransanum sko. Já, þetta bransið sem þú fann að hallast að eða? Nei, ég bara segja En hvort mynduðu velja? Já, 50 miljónir. Sko þá í barnastjörnu gríni búið sko. Já, ef hann bara viljandi að leika í blárri bíómynd sko. Þú myndi markasetja þetta bara på nýtt. Nei, ég myndi taka 50 miljónir, leik í blárri kvikmynd, tala við frúna, þeir eru mín, þeir eru að ringja hérna frá. Annars leikur þetta hvort þeir svo neti? Nei, annars leikur þetta og þá er þú allavega betra að fá 50 miljónir og einhver bara, seppast að leika í klámynd. Já, og þegju. Góttu með pulsuna, já hana. Og svo það daukt eftir halda. Þú Egil? Hún þarf að leka. Þá þið eru aldrei sammála. Hann veist ekki peningin. Þú svona treystir á að það verði tekjurnar munu aukast. Þá það þriðja og síðasta. Hvort myndið frekar viljað minnka 15 cm eða bæta á ykkur 15 kílóum og það fasta sem eftir Shit, er þetta eitthvað sem þið sömdu saman? Sömdu þetta saman? Hverjir? Þið gill! Nei, ákveður. Ég kom ekki náður, sko. Hvað á ég að velja þessu sömdu? Hvað myndir þú velja að þú væri lítill grullóttur með bummi? Að ég var að minka, þá er það verkur, sko. Þetta var ekki skot á þig. Ég get svo svara og Egil kom ekki ná. Ég bara hugsaði ekki út í þetta. Ég hef oft verið með svona spurningu á Steinda og Egil líka sko. Þetta var ekki eitthvað skot á þig. Nei, ok. Hvað myndir þú gera ef það væri ég til dæmis? Ég bara hugsaði þetta ef þetta væri ég. Alltaf þegar ég að segja þessa spurninga þá hugsaði ég sem ég, ekki þú sko. Ok. Ég má ekki við því að minka. Bæta á mig 15 kílóum. Þá er ég komin í 100 plus sko. En ég get náttúrulega alltaf grænt mig. Ég get reynd að hlaupa þetta að mér grenjandi eitthvað staðar. Ég reyndar ætla að hafa þetta þannig að þetta er fast að þér sem þú myndir fá þetta ofan á tölum sem þetta núna og er þetta bara alltaf fast. Þannig annars er þetta svo létt sko. Er þetta svona 15 cm ábyrgandi? Hvað ertu núna? 1,70. Og þetta er hvað verður það? 1,55, það stannindi í vító bara. Þú myndir þetta í D.D. Vaffnmaður? Já, þannig til vítur, þetta sjúpið að flotta. Já, tóknóki. Ég líka tóknóki. Nennar að minka það 15. Ég skal taka með 15 cm. Það er bara, það er miklu þægilega náttúrulega að fljúa og... Já, það er fínt, þú getur líka grænt þig. Ég meina Kevin Hart, ég held að hann sé ekki með 1,60 eitthvað sko. Einmitt. En þú Egil, hvort takkir þú? Ég ætla bara að henda á þessu kílum á mig. Já, bætur að 15 kílum. Já, ég ætla að gaman að því. Ok, þar hafið það, kæru hlustendur, þeir eru aldrei sammála og það sem að gera þetta skemmtilegt. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo eru þeir mættir hér, Erpur og Bent og þeir eru að fara í spurningakeppni Gilsarans, ekki missa því. Tvöföld sæla á veitingastað IKEA í ágúst. Barbecue svínaskanki eða Royal kjúklingabringa og meðlæti á aðeins 995 krónur. Vertu velkomin. IKEA. Sumarið er komið á Lokal. Við vorum að búa til brakandi fersk og holl salöt sem eru sérhönnuð til að njóta í sól og sumarill. Komdu og prófaði. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Viltu verða viðurkenndur bókari? Viltu fá góðan stuðning í krefjandi námi og vinna í minni hópum? Við þróum námið í samstarfi við eitt stærsta endurskoðendafyrirtæki landsins, NTVAF skólinn. Samfilm kynir Lights Out. Óhugnalega fráböggja frá þeim sömu og færðu okkur The Conjuring myndirnar. Gagnrýnendur halda ekki vatni yfir Lights Out. Mynd sem láta þig vera hræddan við myrkrið. Komin í sambíóin.
Pantaðu með appinu. Eldsmiðjan. Þú færð frábæra skólatölvu sem hentar þér hjá Nýherja. Einn heppinn viðskiptavinnur sem kaupir fartölvu í verslunum Nýherja Borgartúni og Kaupangi Akureyri til og með 27. ágúst fær hann endurgreidda. Við höfum góða reynslu af heppni. Nýherji. Ef einhver hefði sagt þér í síðustu viku að í þessari viku myndum við gera þér tilboð sem þú gætir ekki hafnað, hefði sáinn sami haft rétt fyrir sér. Því nú megavika. Dominos. Við notum einungis 100% hágæða íslenskt nautakjöt á borgarana okkar. Roadhouse Snorrabraut. Átt þú eftir að smakka nýja Sirius rjómasúkkulaði með kremkeksi? Þú mátt til með að prófa þessa bragðgóðu nýjung. Sirius rjómasúkkulaði með kremkeksi. Svo gott. Harry Kane mætir sjóðheitum púlurum og það síður kannski upp úr. Tottenham Liverpool á lengjunni. Tippaðu í beinni. Þú styður alltaf íslenskar íþróttir þegar þú tippar. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Enski boltinn komin á fulla ferð á Stöð 2 Sport. Harry Kane og félagar hans í Tottenham taka móti rauða hernum frá Liverpool. Og hann spendir honum í markið. Frábært mark á brassanum. Tottenham, Liverpool, laugardag klukkan 11:20. Tryggðu þér áskrift á 365.is eða sem 1817. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Hunangskjúklingur. Safran. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Syngja við hér, KTA og hvað ekki, Tiny Tempa eða eitthvað. Þekkið ekki, ekkert ríkilega gott lag heldur, þannig að skiptir ekki máli. Við erum komin með alvöru tónlistamenn hingað í stúdíóið, miklu skemmtilegir en þetta lag. Þeir heita Erpur Eyvindarsson, Blas Rokka og Ágúst Bent, verið velkomnir drengir. Herru, takk og kottu Mark Blazer. Þú vart að koma alveg upp á þessu Mike Bent. Hann ertu, hann að heyrist í þér. Nerta Mikeinn. Já, nánast. Herru, hvað segir þið drengir? Langt sér þið að koma í heimsókn? Já, það mjög langt síðan og nú erum við báðir. Það double up á dick á förstu degi. Hafið þið komið saman í FM 95 blöð? Já, örugglega. Fyrir nokkur málum. Örugglega. Það allir búin að gleyma þess. Já, einmitt. Við erum ekkert í minningunum, ég og Erpur. Við erum bara svona að lifa í nú. Horfa fram á þið? Já, horfa fram á þið. Er það ekki best leikað? Man ekki raskat. Áður við förum í spurningakeppni Gilsarans sem er ákvæður. Og hvað var áttur, svo þið vitið þemaðið, hvað er þemaðið spurningakeppni? Þemað King of the Bad Boy. King of the Bad Boy. Yeah, boy. Og hérna Þetta bara já og nei spurningar. Þetta mjög beð. Sko Steindi og Blöð fóru í þessa keppni. Nákvæmlega þessa, þannig að tilbúin bara. Ég hef keppt í þessu sko. Hvor okkar var meiri Bad Boy, stendur það? Já, ég með það. Þetta er góð spurning, hver var það? En áður fyrir mig það, þið eru með, já, kallið þetta tónleika, er þetta ball eða hvað er þetta á morgun? Þetta er tónleikar og þetta er ball og þetta er bara gerðvikið stíldrykja. Það er hana partí, já. Þetta er Akureyrarvakan, sem sagt hápuntur Akureyrarvökunar, sem sagt sjallinn. Rottweiler. Ég ekki enn búið, það er alltaf, er þetta síðasta balli í sjálfum? Það er alltaf að heyra eitthvað svona, síðasta balli í sjálfum. Já, það er ákvað að fresta, þeir settu þessar hótelbyggingu hérna á ís út af Rottweiler. Já, fyrir það vel gerst. Það er vanlið, það er miljardar töf sko og þannig að við erum að fara að klára þessar vöku. Já. Það er alls konar skrýpagrín daginn sko bara að vera hitt upp fyrir okkur, alls konar trúða. Já, það er einhver hátíð á Akureyri núna? Já, þetta er svona menningarnótt Akureyri. Ég skil þig. Það vissi ekki. Og þið verðið þarna hundarnir? Ekki bara því tveið félagarnir? Nei, það er Rex Róttalundar og svo heimamaður K&K sem Stóri K. Það er mikill kongur. Já, mikill kongur. Sjálfinn verður alveg on fire. Það er líka svo gaman í sjálfanum. Það er stemming. Og svo er Óli Geir verður þarna með fróðuvélina. Hann er búin að kaupa nýja, búin að dobla hana. Það er með tvíhleypu í gangi, sko. Það verður fróða? Nei, það verður baksvís með fróðuna. Já, þannig að XXX Rottweiler í sjálfanum annað kvöld og ef þið eru fyrir norðan þá er sko til drullið ykkur og ef þið eru ekki fyrir norðan, drullið ykkur þá norðan. Þetta er náttúrulega, við köllum Akureyri City of Joy. Mér finnst alltaf ógeðslega gaman að koma Akureyri sko. Alltaf svo hlýtt hana. Þetta er bara toppar, það er gott fólk að það. Þetta er flott og það verður gott veður. Það verður rosalegt veður víst á Akureyri morgun. Það er svo lofa því. Já, það er ekki glísi. Það er bara 100%. Það er ekki glís.
Mjög langt sem ég hef kallað það glisi. Já, það þurfti að henda því. Hvað það kemur orðinu glisneggar eða ekki? Jú, glisnegga. Þetta er Kópavogstrákurinn okkar, glisnegga. Og hann glisi kemur norður. Já, vel gert. Fyrstur á balli? I'm there. Já. En þá komin að spurningi hérna, Gilsarans, sem alltaf hressandi og það líka þægilegt að þurfi ekki taka á tíðinni sjálfur. Og eins og Egill kom inn á hann, þá er þetta King of Bad Boys, þannig að nú fá hlustendur að vita. Og þetta er mjög létt yfir þess að gefna því með alveg ræða þetta og svona, þið þurfi ekki að henda bara eitthvað þurft já og nei, við getum að fara að sé yfir þetta félagarnir. Þú eru ekki margir róttarir aðdáðandur að hlusta sem vilja vita hvort er Bad Boy, Erpur eða Bent. Ég vanalega, þegar ég být þessari spurningin, þá veit ég, ok, þessi er að vinna og þessi er líklega að fara að tapa, en nú hef ég ekki hugmynd. Ég er forvitin líka. Og þetta eru 13 spurningar. Við byrjum bara, ertu með tattoo? Byrjum bara á Blas. Já. Þú ert með tattoo? Ég er ekki með tattoo. Það er því niður 1-0 fyrir Erp. Það kemur okkur mörg. Þú ert með Erpur. I'm a bad boy. Hvað ertu með að tett? Herðu, ég ætla að nú fáið þið bara live hérna. Live er allir hlustendur með augun opinn. Sorry, það er Diego Maradona. Maradona á kálvanum. Í Napoli. Bara Camorra Town. Og hann stendur hérna á ítölsku með Mastiff húlíkanstöfunum. Það sem hann sagði þegar hann kom út úr meðferðinni á Kúbu. Maradona tók meðferðin á Kúbu. Hann lappaði út og hann sagði, hann er á spænsku, þetta er á ítölsku hérna, ég sé ekki eftir neinu, sko. Nei. Þú getur sagt hlustandum að þetta er FM 95 blöðsnappinu núna. Yes sir, Diego Maradona. Þetta er mjög sexy tattoo. Mjög sexy. Mjög sexy tattoo. Hey, hætti að snerta, Glisi. Glisi, hætti að snerta þetta maður. Það kemur okkur mörgum óvart að Bent sé ekki með að tett, en hann var með trampstamp. Já, tók það af, leysir það, veistu ekki. En nú kom að næstu spurningu og það er mjög einfalt, hefur átt bimma? Nei. Ok. Það er ennþá 1-0 fyrir Bent, þú ert punktalös eftir það spurningar í Bad Boy. Já, ég finna, þetta er samt ennþá, þetta er spennandi. Hefur átt annarkvort Adidas jakka eða Adidas buxur? Já. Ég hef átt bæði og mikið af þeim, sko. Það er svona. Já, í rauninni í öllum litum. Já, rauðar. Ég get ekki gefið þér ekstra punkt sann, sko. Þetta er punktur að báða þarna, sko. Ég á Adidas stöf eitthvað. Ok. Það er stíð fyrir það. En hefur þið verið týndur í gallanuðinum? Ef ég týnst? Hefur þið týnst í Adidas gallanum? Þetta er bara svona eins og, manstu eftir barnabókinni Hölið skikjanum. Ef við fyrir í gallan, hann týnist í. Ég veit ekkert. Ég ranka við mér í vóðum í vitleysu og ég bara, what the fuck? Bara, ég má hjá Anna og vóðum í vitleysu. Og ég er bara í Adidas. Það er eina sem ég veit, sko. En hefur þú tekið yfir 100 í bekk? Já, þarna var ég stið. Þarna nægjan. Þarna jafna Bent. Þú varst að lyfta með King Bjötta. Fórst aldrei 100 kílóinu? Sko, Bjötti, hann lyfti mér ekkert í. King Bjötti, hann var bara í bekknum og lyfti mér ekkert að. Þú fyrst ekkert að gera neitt? Nei, þannig að ég fór aldrei í 100, nei. Ok, 2-2. Spurning nummer 5, hefur þú eftir eitthvað bardagaliftir? Já. Já, sko. Bent er að koma sterkur inn. Já, með Bad Boyna þetta. Já, þú 2 fyrir Bent nú. Ég hef æft bardagastir, en ég veit að Bent hefur actually æft miklu meira því. Já, en þú hefur æft eitthvað. Ég bara hefur æft. Þetta er ekkert eitthvað. Fæsti. Þó hann hafði æft meira, það er samt punktur. Já. Þetta er 3-3. Punktur að báða. Boxi, einhvern mann. Ég var upp í VFBC. Já. Ok. Hefur þú flaskaði upp í annarkort VIP-herbergjunum nýra á B5 eða við Arnin og Austur? Já, allan dag. Bara segjast bara á laugardaginn, sko. Á báðu stöðum. Ég stóð fyrst BFB og Austur svo aftur á BFB. Hann hækkar á ekki, sko. Ég hættir nenn að drekka á stöðun nema að sé flöskuból, sko. Já, Arinn er mamma. Það er 4-4. Báðir hafna. Þetta er mjög spennandi. Hefur þú verið með yfir 150 skall í kass í vasanum? Já. Lord have mercy. Ok, þetta er 5-5. Og herðu, og það sem verra er Þetta er dead tight. Já, þetta var með þess að munið eftir þegar Beta Rock hérna var síðan, það var allt brjála því að hún var að segja frá því í útvarpinu á Tvíhöfða að hún hefði verið að chilla með okkur og ég var með Puma-tösku með, hvað var ég henni, 800 skall. Ógeðslega eðlilegt. Á prikinu. Á barnum, allan pening. Það var ekki að minna eftir af ég man sérstaklega eftir þessu þegar þú stóðst í barinn og kom einhver gaur Erpinna, blessa, hvað var það fyrst? Þú veist hvað segir það ekki að kaupa drikkandi Erpssonum? Það suði einhverju ógunni að kaupa þetta drikk þú veist með bókstaf með fullan töskum pening. Ég veist þetta gott hjá mig maður. Láta menn vinna fyrir þessu.
En spurningum var 8. Ertu á Tinder? Semi. Það er punktur og bent. Hendur þér út? Ég hendi Tinder út. Var Róm ekki að gera það? Nei, punkturinn veistu hvað, þetta var, það er hægt að feika útlæð mikið á Facebook. Skilur við, en samt ekki. Þú fer bara að skoða myndina sem eru taka og þú fundið út. En Tinderinn, það er bara MySpace, Facebook tricksin saman í, það er velja sjálfa myndinar. Og þú veist, þú getur endað uppi bara með, ég ætla ekki að segja þetta sko. Hvað getur rekið á land bara eftir Tinder-æventýri? Þú hefur semst brent þig á Tinder. Já. Sko, þetta er það ætti eiginlega að vera punktur. Sko, þetta er eiginlega punktur á báða þarna sko. Þeir hafa, þó hann sem óvirkan account akkurat núna. Þetta er ég hef alveg sko, nei ég meina það kom þegar allt í hennu bara, ég kem til dyra og það er bara einhverjar útvíðar buksur og Harley Davidson leðurvesti og ég var virklega með hníð sko, ég var bara lot of mercy sko. En Bent, notar þú Tinder-reikningin? Nei, eiginlega ekki. Stundum ég að fletta maður þessu þegar maður er alveg einstaklega eitthvað. En ég hef aldrei mælt mig mót með bíu. Ok, ég hef eins og að gera það, ég hef notað hann sko. Já, þú ert bólgraðan á ekki. Já, ég er ógæslu. Það er 6-6, stjórnlega spennandi. Hefur þið verið að tala meira en eina stelpu á sama tíma? Tala við? Já, þú veist svona Jökla með svona nokkuð boltum á sama tíma. Þetta tala maður sér nokkri gluggar í gangi. Eitthvað svoleiðis, já. Það er kannski 2 Facebooka gluggar sem að tala það. Mér langar í þetta stig, sko. Ég var eins og að tala við einhverja miðanótt að tala einhverja nokkra stelpur. Svo komum svo ljós að það voru einhvern veginn í sama eftirpartíinu og settum mér sinns og status eitthvað. Strákar, það er ekki sexy, skiljið, þegar þeir tala stelpur og svo eru við bara báðar saman. Þetta er Það er nokkuð ljóst að við vorum saman í partí. Já, punktur. Þetta er grjótart. Þetta er punktur á báða. Já, þetta er náttúrulega, ég er svo fegin Bent að þú skildir, því þú ert miklu meiri svona í kærustu, svona gírnum alltaf. Þannig svo fegin að þú skildir bara brjóta í sinna hana. Sko, nú er spurning 10. Hefur þú hendi í ræktun? Kannabisræktun? Nei. Ekki opnað eitthvað vöru skemmið okkur og fylltaði okkur plöntum okkur rugli? Nei, Nei. En hefur ræktað þín eigin plöntum? Nei, ég man bara, einu sinni var maður í stöði í Barcelona og það var alltaf, það var bara svona ein lítil planta sem var þarna, en það var alltaf fleiri sem byggat þarna, ég veit ekki hvort ég stegi það var svona nota lítil Vökvaðar hana, varst þú að vökva? Já, það var alveg pressa, þetta var svona, það byggðu ykkur hassnördar þarna. Varst þú að hugsa eitthvað hana? Varst að vökva hana? Já, ég tók á mig vökvun, sko, þegar það var hringt alveg, þetta var svona lið sem tók þetta gett alveg sem bara, þeir bara töluð við plöntuna og svona vegan einhver veistlega, sko talaði við vini sín eitthvað. Sko, ef hann var að vökva þá er þetta eiginlega punktur, sko. Hann var að dunda sér eitthvað við hann og varst að klippa eitthvað að græja. Já, ég snert þetta og þetta upp í mig. Sko, þá er 8-7. Erpur að taka það. Þetta er mjög jamsamt. Hefur þú átt skyndikynni og ekki hringdi dömuna daginn eftir? Já. Það var ekki með vilja, sko. Er standard að hringi dömuna daginn eftir? Já, þetta er bara spurning í spurning. Hefur ekki hringt aftur? Já, bara hringt. Sko, Bent er þann nextlað, hann er 100% á punkt hérna. Ég hef aldrei séð hann nextlað, hann finnst þetta svo heimskulega spurning. Bent er komið með punkt allavega, það er spurning með. Ég hef alveg gert þetta, en það var ekkert endilega viljandi. Ekkert eitthvað svona, já, þú veist, ekkert slegið á fónu, hvernig hefur það okkur næ? Já, þú veist, það var kannski, þú veist hvernig, ykkur úti hátíð eitthvað, maður er bara í Adidas-gallanum og bara ranka við sér einhverstað bara. Já, veist ekki númer eins og. Veit ekki númer eða face, eða bara veit ekki hver þetta er og bara hef aldrei síðan að fyrir það síðan og maður svona alveg bara hvað tegund að lífið þetta er þetta getur verið einhver ama bara einhver innfrumungur þú veist það báðu með punkt þannig að 9-8 ekki hvað er margar eftir? Það er bara 2 eftir sko. Er ég búinn að fá punta? Já, það er sko Gleisi, þú ert að svíkja með Nei, það er 9-8 Það er 9-8 og ég glemt að skrifa hann bara í skeitt hann fylgjast með mér Hefur þú stungið einhvern eða verið stungin?
Nei. Hefurðu verið stungin að einhver reynt að stinga, skrifa Ég má eiga þetta. Þar eftir farið þú punktu Það tekur erburðamaður. Það reyndu að stinga það. Já, bara hérna frammi. Einhver annar rappari þegar Var ekki einhver annar rappari? Já, það má nú deila hversu mikið rappari það var sko. Og tókstu nýfin að hann og sæðir hann? Það var alls konar skúringagræðir frammi, menn kláruðu þetta bara með bjarga sér. Það er ein spurning eftir Bent getur ekki hérna. Nei. Við erum þetta svona rosalegt að heyra því að Bent er bad boy. Bent er bad boy. Þetta er búið mjög spennandi. Vanlega þetta er ekki svona spennandi sko. En hérna síðspurningin hefur stúlka komið í heimsókn. Þið hafið notið Ásta og þú svo sagt henn hún getið því miður ekki gist. Já, basically bara hent út. Já, ég segi það ekki. Vísa það svona. Gist ekki að gista. Svona, sko ekkert bara svona mjög kurteisislega kannski úr aðstæðan ekki til staðar að actually geta gist sko. Ég er svona nice bad boy. Ég hef aldrei sendt hann út og verið eftir en maður hefur bara farið bæði aftur út og bara og hvaðast en ég hef aldrei farið bara svo að ég þarf að vakna fyrir múli ég hef nefnilega gert það ég hef alveg bara ég þarf að vakna fyrir múli en það var alltaf úrslega kurteisislegt sko. Það er punktur að báða sem þýðir að Erpur er meiri bad boy en Bent. Þú ert meiri bad boy. Ef þetta er ekki skemmtilegasta spurningakeppni Gilsarans frá upphafi endilega tjekkja á þessum höfðingjum. Þeir eru í Sjálánum annarkvöld og þar verður þetta lag meðal annars spila sem að mér finnst geggjað. Það er bara ein fucking regla og það er að negla. Takk fyrir komuna, elsku drengir. Takk fyrir okkur. Stundum þarftu smá lán strax. Múla býður upp á skammtímalán til einstaklinga. Þú ferð á múla.is og skráir þig, velur upphæð og við leggjum inn á þig strax. Múla smálán strax í dag. Karfa, keila, kúla, karate, knaspirna, kraftlyftingar. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lottó, leikurinn okkar. Opið fyrir skráningu í fjarnám. Fjölbrautaskólinn við Ármúla. Þú verður að prófa El Gringo. American Style. American Style. Langar þig að byggja þér einbýlishús með sundlaug og yfirbyggðri stúku svo þú getur horft á enska boltan á risaskjá í Makindum. Það er 195 milljónar risapottur í getrunum helgina. 1x2 í tippum. Komdu á Lokal. Þú velur salatið, við blöndum og gjörðu svo vel. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Þegar þú notar símann undir stýri er 23 sinnum líklegra að þú lendir í slysi. Er símtalið í alvörunni svona mikilvægt? Sjóa. Komdu og fáðu þér ferskan Jójó ís núna. Jójó ís Nýbýlavegi 18 og Egilsgötu 3. Í 30 ár hefur Stöð 2 lagt áherslu að færa áhorfendum vandaða, fjölbreytta og skemmtilega sjónvarpsdagskrá. Haustið framundan þar engin undantekning en það verður stútfullt af innlendu og erlendu úrvalsefni. Vertu með í haust og tryggðu áskrift á 365.is eða í síma 1817. Stöð 2, margfald skemmtilegri í 30 ár. Það eru nokkið margir veitingastæðarnir sem lánaði skó. Keiluhöllin, Egilshöll. FM 95 blöð, alla föstudaga. Hárrétt, FM 95 blöð er alla föstudaga. Þeir eru farnir drengirnir, Erpur og Bent og þökkum þeir kella fyrir komuna. Þetta voru tveir hreinskilni menn sem voru hérna í spjalli. Stórkostlegir. Það er gaman að fá menn sem ekki skafa hlutunum. Nei, þetta var bara með skemmtilegri dagskjálfum bara ever held ég þetta. En það er hins vegar komið að ég ætla að spila fyrir ykkur hérna, ég veit ekki hvort þú varst búin að heyra þetta Sveppi, en ég hefði virkilega gaman að þessu. Að hann Broddason var í hádegisfréttum RÚV að útskýra hugtakið sjómli. Og þetta er sem sagt er komið sem slangur en hérna
Þetta er ekki komið í orðabókina Þetta er ekki viðurkennt íslenskt orð? Nei, en reyndar hefur orðið sjómli hefur breyst alveg gríðarlega frá því við gerðum þetta lag. Þetta var náttúrulega bara vinur okkar sem var of fullu til að segja gamli, við getum ekki sagt hver það var. Sjómli, hvað ertu? Sjómli, hvernig ertu? Já, og þannig var þetta orð til, svo allt í einu komin einhver sjómla tips og safaríku sjómli hjá Magga Mix og eitthvað, ég veit ekki hvað og hvað. En þannig var alltaf orðið til og við ætlum að heyra hér hvernig Broddi, fyrir ykkur sem hafa ekki heyrt þetta, hvernig hann lýsir þessu og það er mjög fyndið að heyra hann tala orðið sjómli, skulum hlusta hans á þetta. Sjómli eða sjómla, en orðið sjómli í kvenkyni sjómla er ekki að finna í íslenskri orðabók, en er talsvert notað í óformlegu máli. Orðið er afbökun á gamli eða gamla. Gamli í merkingunni félagi og er í raun notað í samtölum við vini á öllum aldri. Sjómli mætti segja að væri töffari en flottari félagi en gamli. Í slangur orðabókinni er þó minnst á þetta ágæta orð. Þar er til dæmis að finna orðið sjómli sjóm sem merkir nettasti gaurinn á svæðinu. Rekjum á vinsældir orðsins sjómli til smáskífu Friðriks Dórs, Auðuns, Blöndal og Sveppa frá 2011 sem heitir Sjómli. Ok, sjómli sjóm er nettasti gaurinn á svæðinu. Hvaða steypa er það til þess? Jöfull er það töff, Já, en hver er búinn að uppdata það? Unga ferskaliði, við erum allir old piece of shit. Já, sem eru bara búin að taka orðið yfir. Ílíku sjómli sjóm nettasti gaurinn á svæðinu. Já, það þýðir það núna. Það var bara eitthvað bull. Þetta grínast maður, þetta er þvílíku sjómli sjóm nettasti gaurinn á svæðinu. Reyndar er sjómli dautt núna, held ég. Nei. Ekki? Fólk ennþá nota það? Já, ég heyri þetta þá. Ég sendi á svona SMS, hei sjómli, hvernig er dagurinn hjá þér? Sjómli, hvernig ertu? Hvernig er dagurinn? Eitthvað svona sjómli? Það er að segja þetta. En fyrir ykkur allavega sem að vissuðu það ekki, þá var þetta orð til þannig að það var vinur okkar Sveppa sem var of fullu til að segja gamli. Það var nú ekki flóknar eða það. Hér strax eftir þetta lag verður ekki að spila sjómla svona út af þessu. Það líst mér vel á. Strax eftir sjómla ætlum við að fara í dagskrárlið sem heitir Leggja orð í munn og það er Egill Einarsson sem fara að stjórna hvað við Sveppi þurfum að segja í símtölum okkar. Kæra hlustendur, þeir eru að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957 og það er komin tími á lið sem við höfum ekki farið í lengi og Egill Einarsson eða Gilsarinn er óður að fara í. Hann vildi ólmur fara í þetta. Já, og vill fá að ráða en hann náttúrulega vill fara líka í þetta því að hann er stikkfrí, hann þarf bara að sjá orðin. Já. Þetta er að leggja orð í munn og er gamalt dagskrárlið sem að ég og Sveppi vorum bæði oft í og ég og Pétur og sko mér veist þetta, ég var að rífast við ykkur á hann. Já. Sko, mitt koncept er, því barnalegra sem grínið er, því betra. Já, það er bara svo veist. Það er mitt koncept. En það getur farið svo í báðar áttir, það getur verið of barnalegt og bara astnalegt. Við erum ekkert að yngjast með árunum, þátturinn er búin að vera í 5 ár, sko. Já, við erum fertugir félagarnir. og það er nýja 30, sko. Nú, já, ok, þá erum við safe. Ok, og ætla þú þá líka ákveða hvert við hringum? Sko, ég ætla að velja allavega, já. Ok. Ég er með koncept. Hringja hárgreiðslustofu. Eitthvað svona því ég er sköllóttir eitthvað, ég nenni því ekki. Nei, sko, ekki alltaf líka Ákveð ætti ég að vera að hringja hárgreiðslu? Hvað langt séu hringdi síðast hárgreiðslustofu? Mjög langt. Það er þessi ekki bara 10 ár. Ok. Það er sér hvað það finnir. Þessi er góður. Það er ok, allavega hana. Ég vel 3 orð. Þetta er sömu orð sem þið notið það ekki. Jó. Mjög, ok, en það er ekkert sem tengist því að vera sköllóttur, ég sagt þér það strax. Ok. Og þegar koma að smekklega 3 þetta sést raskat, raka með pungin og meðferð. Þetta þrennt. Raka með pungin? Hvað? Meðferð, raka með pungin og raskat koma því inn í símtali hárgreiðslustofu? Já, svo smekklega. Ekki bara segja raskat, raka með pungin, meðferð. Það er vera að leysa þetta svona fagmannlega. Leysa þetta þannig að fólk þannig að hún bara skell ekki á að fyrir að hlæja eða? Ég hlakka til að sjá hvernig hún leysa þetta með þessum. Ég skal byrja. Klára þetta drasl. Það er hárgreiðslustofa Gunnhildar. Hvað sagður? Meðferð, raskat og raka á sig pungin. Sér hann byrja að hlæja. Ertu, þú veist að það er eins og sett 13. Bara því að ég segi raskat, hátt og öruglega. Það var komið gaman. Halló. Já, góðan daginn. Ég ætlaði að panta hérna klippingu. Já, næstu sem það. Hvernig varst þú hugsa það? Ég var að spæja að reyna að ná á mánudaginn, er laust á það? Já, hvernig kemst þið? Ég er nokkuð góð, hvað kostar svona herraklipping? 4.000. Það er ekki raskat? Nei. Það er bara frítt. Slefurs. Já, og hvað nei, mánudaginn, ég er á leiðin í meðferð, maður.
Æ, anskotir. Nú, en ég kemst á mánudaginn. Ég fer ekki meðferð fyrir á miðvikudaginn. Ok. Þannig það sleppur. Hvernig, viltu koma fyrir neitt eða viltu koma fyrir hátíð? Ég var til að koma með 1 leiti bara. Það verður flott. En hvernig það? Þú ert bara, þetta er bara, þú ert bara að taka á manni hausinu, ekki? Jú. Já, þú ert ekkert að vaksa á manni bakki eða raka á manni pungin eða eitthvað. Nei, lítið gæst því. Já, þá tekið bara heldur. Ég sé eitt sjálfu bara, herður. Já, ég hérna, jú, ég tek... Þú eru eigið eitthvað nóþarfa. Nei, nákvæmlega. Maður fyrir nú ekki að beða að raka á sér pungin. Ég tek þetta 1:00 og ég ætla að staðfesta, má ekki staðfesta við og eftir. Upp á, ég ætla að sjá hvort ég fari inn í meðferðin á miðvikudag eða mánudag, ég sé ekki að fara í fíluferð. Eða panta fíluferð. Nafnið mitt er Bjarki. Ég læt vita hvort ég komist. Ef ég hringi ekki, þá kemst ég ekki. Nei, annars bara eitt á mánudag. Ok, takk aðeinslega. Ok, bye. Hanna kom ég öllu inn. Svo kom snöggið að langa að klára þetta. Mér þetta er svo leðilegt. Komið svo smekklega. Já, þetta var nú bara, komið press á þessu. Síðan velti ég fyrir mig sko, Sveppi var alltaf ekki á sömu taktík og þú, og þetta var komið teknin öðru að segja inn. Býtu, ertu að tala við Mundi Rós? Já, ég veit ekki svona hvernig þú ert að leysa. Ég hlakka mikið til að sjá hvernig þú leysir þetta. Hörru, þú hringdir í Hárgrímsstofu Gunnhildar, velduðu eitthvað hérna, þú veist, kannski ekki Carter þegar Robby, hann þekkjur okkur félagana. Ok, hérna, svona... Já, Hárgrímsstof Þórun og Jónasdóttir í Reykjanesbæ, Keflavík, það er alltaf stað mikið Keflavík. Og er nóg bara að segja raskat, eða? Já, bara já, raskat og meðferð og raka með pungin. Hárgrímsstofan. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, ég var að detta hérna meðferð. Hæ? Og ég var rætt okkur að vera ekki að raka á mig pungin að það hjá okkur. Raka? Nei, ég er nú bara að grínast þér. Hvað ert að pæla? Heyrðu, þetta er hárgreiðslustofa, eða ekki? Er þetta hvað segirðu? Er þið ekki að klippa? Jú, ég er að klippa. Já, ég var rætt okkur að vera laust tími en einhverju næstu viku. Næstu viku? Já. Hvað var að sleppa úr meðferð nefnilega? Já. Og þeir voru að hlæja með strákarnir hérna hvort að ég ætla ekki bara að láta raka mig pungin. Það er enginn í því í dag. Það er enginn í því í dag. Það er nú bara að fara í bílskur upp í Breiðholti til að láta gera það, eða ekki? Ég er að kitti maður. Heyrðu? Já. Er einhver tími laus þarna hjá þér næstu viku? Sko, það eru fyrsta lagi á 50. næstu viku. Raskat. Það er raskat. Já, það? Ég verð að fá að eiga þetta inni hjá þér raskan. Ok. Ekki í málið. Já. Leitar. Þitt finnst alveg svona 10 svona skemmtilega en mig. Það er raskat. Þetta er bara eitthvað nýtt ef ég er pirraður. Herðu, laust ég á okkur á mánudag? Nei, raskat. Það er raskat. Já, Egil, vonandi ertu sáttur? Já, ég er sáttur. Nú erum búin að fara í leik fyrir þig. Sjúklega gaman, gerum þetta þau? Ég hafði gaman að hlusta á þig. Mér er bara svo erfitt að gera þetta sjálfur á. Ég var til í hana barnanlega dagskólið hver einstu viku. Ég er til, bara count me in, sko. Þetta var gaman og góður liður sem heitir Leggja orð í munn. Það eru nú ekki margir veitingastæðarnir sem lánaði skó. Keiluhöllin, Egilshöll. Við höfum góða reynslu af snilldar græjum. Tryggðu þér Lenovo fartölvu á frábæru verði allt frá 69.900 krónum. Nýherji. Warner kynir War Dogs. Frá leikstjóra Hangover-myndana I have to go first, I'm American. Kemur War Dogs með Jonah Hill í aðalhlutverki. You should work for me, I'll make you rich. Ótrúleg en sönn saga tvo unga vini sem verða stórtækum vopnasölum. Is that legal? It's not illegal. Kvikmynd sem þú mátt ekki missa af. Frumsýnd 2. september. Ljótutilboð er tilboð. Þú kaupir stóra ljóta pizzu af Matseli og brauðstangir eða hvítlauksbrauð og þú far aðra forljóta með Ugly, Cowboy, Smiðjuvegi 2 og í Langaríma. Það er 195 milljónar risapottur í getrunum helgina. 1x2 í tippum. Þú finnur úrvalssýninga fyrir alla í fjölskyldunni á litríku leikári Þjóðleikhússins. Tryggðu þér besta verðið núna á meðan kortasalan stendur yfir á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið. Leikhúsið þitt.
Ert þú búinn að smakka Italian Job? American Style. American Style. Skólinn byrjaður. Geggjað. Júhú. Makkland. Besta land í heimi. Júhú. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. Nýjasta tölugögn Glamour komið út. Fossið fyrirsætan Kristi Turlington í einkaviðtali með meðgöngur og marathon. 10% af allri sölu og Glamour í ágúst renn til góðgerðarsamtakana Every Mother Counts. Tryggðu þér eintak í lausa sölu eða áskrift og láttu gott að þið leiða. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Kiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Já, það alveg hárrétt hjá okkur, það FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957, Auðun Blöndal, Gilsenegger og Sveppi Krull búin að vera með ykkur hérna síðan klukkan 4, búið að gerast ýmislegt og ýmislegt framundan eins og gefur að skilja. Já, það er kynningaður. Það eru hérna stelpur á leiðinni frá Miss Universe, eða Ungfrú Ísland Miss Universe, ég veit ekki hvað heitir keppnin. Já, þær eru hérna, þær eru bara að keppa góðgerðarleika á morgun í fótbolta. Það maður ræða hans við þær, en áður en að þær mæta hingað í stúdíó. Þá ætlum við að fara í dagskrárlið mjög virtan, dagskrárlið sem heitir Sturlu staðreind eða Hrossaskítur. Hann er búin að vera í 2 vikur sko, og getið kallað hann strax mjög virtan sko. Hann er náttúrulega byggður á virtasta dagskrárlið eftir 95 Blöðfröð. Það var sokkaður og þú veist, og þetta er nýtt koncept hjá þér. Já. Árið. Ertu ekki ánægð með þetta koncept? Jú, mér finnst þetta skemmtilegt. Já, þetta er ekki flókið, ég les upp 5 staðreindir og strákarnir að segja hvort þetta sé lygi eða ekki, eða hvort þetta sé Sturlu staðreind eða lygi. Þetta er Miss Universe Iceland sem við komum eftir, ekki Ungfrú Ísland, bara sjálfur hreinu. Já, ég veit, ég vissi það sko, Miss Universe Iceland, en veist, er það samt ekki þá pínu Ungfrú Ísland? Það er alveg koncept. Já, ég veit það. Það er bara að koma að setja stelpurinn að spjalla. Það verður bara ringlar á þessu. Miss Universe Iceland, hárrétt hjá Agli, en það er komið að Sturlu eða Hrossaskítur og þetta er keppni, strákan á milli. Hver vann áttu síðast? Ég ætla að vinna massum aftur. Mér er ekki vænt um hann og allt það, en ég ætla að vinna aftur. Fyrsta sturlaða staðurinn dagsins, það eru til svín sem eru alkohólistar. Sturlaða staðurinn eða lygi? Ég veit þetta. Veist þetta? Ég er náttúrulega svín og ég er alkohólisti. Þegir. Eina sem ég hugsa sko að þegar þú færi í Kobe beef sko, þegar það tróðið eplum og bjór í naut til þess að gera bragðbetra kjötið, ég hef aldrei heyrt að maður sé tróðið bjór í svín, en þú gæti vantilega orðið alkohólist þegar þú sett svín og hent mikið bjór í þið sko. Þannig ég ætla að giska á að þetta sé, já, þetta er rétt. Svín eru alkohólistar. Svín getur orðið alkohólistar. Það er rétt hjá okkur báðum. Það er Sturlu staðreind og ég fór nú að velta fyrir mig að haldið að sé eitthvað svín sem eru verri í víni en önnur svín. Já, 100%, bara svo fólki. Já, mótið. Eitthvað svín sem er brjálað þegar... Þau eru með mismunandi persónuleika svín alveg svo við. Það er líka sagt, bara ekki láta vín breyta þær í svín. Það var nú einhver herferð. Másartu sem ég fattaði. Nei, það var herferð. Þú mátt eiga það Sveppi þegar þú farið í glas, þú ert alltaf annaður og... Já, það er akkurat málum með hann Sveppa. Takk fyrir það, Gils. Þetta er besti Hrossaskítur sem ég hef heyrt. Þetta var Sturlu staðreind. Þetta var Hrossaskítur. Það var það næsta Sturlaða staðreind. Það tekur Stephen Hawking mínútu að segja 1 orð. Það er mest að kjafta sem ég hef heyrt sko. Þú segir þessi Hrossaskítur? Já, ég er búin að hóra mörg viðtölu þennan höfðingja og þetta er náttúrulega mjög skemmtilegur. Elskar að hlusta svona gáfaða mann. Segja mér að tölvurnar munu snúast gegn okkur og drepa okkur einhvern daginn og segja þann daginn viðtali, ég byrjar að panika og þetta er kjaftaði. Hvað segir þú, Sveppi? Já, ég held ekki kjaftaði líka. Nei, þetta er Sturlu staðreind. Það er náttúrulega tölvan sem hann að tala með. Þegar hann tala sjálfur þá tekur hann mínútu að segja 1 orð. Ég er held að vera að meina það þegar hann að tala með tölvunni. Nei. Asswipe. Þegar hann að tala sjálfur þá mínútu að segja 1 orð, ok. Alveg sama hvaða orð það er. Er hann jafn lengi að segja kaffi og afturhelding? Ég bara, þetta stóði Sturlu staðreindum. Það var að trick question á Blöð. Nei. Það er að nota tölvur að tala fyrir sig. Já, en ég var að tala þegar hann talar. Þá er það næsta. Mammans Péturs Jóhanns baða hann ennþá þegar hann var 6 ára. Við ekki alltaf að baða 6 ára? Það er enginn að segja eitthvað rangt við það. Ég átta maður hvenær er óviðandi að baða barnið sitt. Hvenær þú getur alltaf baða barnið þitt. Ég meina, mamma er ekki að baða þig núna, það er nokkuð Blöð.
Að baða mig í dag? Já. Nei, enda er ég ekki krakki eða bad. Já, ég segi, hvað aldur er það sem að vera spes, sko? Já, ég get lofa að það er ekki 36 ára, sko. Það varst að velta því fyrir þér. Ég get sagt þér það er orðið spes að baða barnið sitt þegar að barnið getur baðað sér sjálft. Nei, ég var vinn sem hefur verið að baða konur, sko. Fullana konur. Já, það er í allt öðrum tilgangi heldur en mammas Péturs var að baða hann í, sko. Jú, er þetta ekki allt til þess að gera fólk hreint? Já, þú meinar. Þetta gangi bara út af það og komir hreint á baðinu. Hvað sem út 6 ára eða 25 ára? Ég ætla að segja að því að nú er ég til dæmis 4 ára strák sem að kann ekkert mikið að þvo sér og gleymir, ég er svona að reyna að kenna honum að nota sápu og þrífa sér hárið og tippa lingin og rassinn og hæla. Bara svo veitu, ég og Pétur rættum í morgun, ég var að biðja hann einhverja svona hvað við getum gert, það mætti vera kjaftað ekki, þannig ég er búinn að ræða þetta við Pétur. Og ég myndi segja það, með að sonur minn er 4 ára og hann er að læra þetta, þá myndi ég alveg halda það að mammas Péturs hafi baðað hann þegar hann var 6 ára, sko. Ég vil segja það sem bara sturglu staðrind. Ok. Já, ég myndi halda líka að það er svona ósólberga bad, sko. Þannig að já, þetta er rétt. Nei, hann var að byrja að baða sig sjálfur 6 ára. Já, þetta var líi. Það kemur mér alveg svakalega óvart. Hann leiti baðið 6 ára. Hann var orðin nefnilega fítur að hann var 6 ára, sko, en náttúrulega uppálsturlaða staðrindin mín með Pétur var þegar hann var að læra að labba. Já. Það hefur þú séð myndað því eiginlega? Nei, það er sjá myndað. Hann var í vesinu með lappirnar á sig, sko. Þannig að mammas útbjóð svona svamphjálm. Það var alltaf að rekast í vegginu og svona þegar hann var að labba. Já, ég þarf að fá þessa mynd. Hún er stórkostleg. Þá er það næsta. Ég hef gert kynlífsmyndband. Þú, Blondell, Cash. Nei. Auðun Cash Blondell hefur gert kynlífsmyndband. Sturlu staðrind eða lí? Það er 100%. Það er ekkert öruggar í þessu lífi en það. Ég ætti ekki að tala bara eitthvað á síman og eitthvað fyrir sjálfaði og sé ekki sér 10 lítari setna eða eitthvað þannig. Já, bara hvort ég er einhvern mann tekið upp lovemaking. Það er já þar. Já, þetta er ekki bara eitthvað þú kannski eitthvað að taka upp þegar þú ert að kippa bara einn í því eftir þar og senda það. Sem að ég bara lítið í, ég get gefið það bara strax. Nei, þetta er ekkit hvað þetta fólk er að gera út af markaðinu mínu. Það er töff að senda. Það er ekki því, ég lofa það. Að senda einhverjum krökkum dick-pick dagina, var alltaf vitlaust neða. Ég ætla að segja að það sé hrossaskítur. Það er rétt hjá Sveppa. Ég sverða. Ég myndi segja það. Ég hef aldrei tekið upp. Ég myndi ekki þóra það. Tekið síman upp í ykkur klippi. Nei, lofa þér því, sverða það. Sveppi komin yfir. Þetta er álur skemmt. Egil getur jafnað. Þekkir þetta fíbl. Hárkollunar sem eru. Þekkir þetta fíbl eftir að tala um mig. Nei, frænd okkur hann Einar. Jú, þú þekki, veitum alveg hvernig þú ert. Þú ert ekkert svona gæi sem ert eitthvað að fara að taka upp kynlífsmyndband. Það er hárrétt þér. Hárkollunar sem eru notaðar í breskum réttarhöldum eru svo að sköllótti séu jafni þeim sem eru með hár í dómsalnum. Hafið ekki séð þess að hvítu hárkollu sem er alltaf með þeim? Jú. Já. Er þetta sturlu staðrind eða er þetta hrossaskítur? Þetta getur verið atriðis í jafna mushroom. Hvað er þetta einn spurning eftir það? Já, viltu ekki bara láta Sveppa svara undan? Þetta er síðasta spurningin. Á láta klúður þessu. Þetta er hrossaskítur. Heldur það? Já, það er bara sköll. Já, myndir þú vilja vera eini sköllóttegæðin í réttarsalunum? Hvað er að því? Nei, ég minna það er fullt af sköll. Þetta er bara dómararnir og þeir, þetta er ekki sakborningur, ef þú ert kærður fyrir bankar þá er ekkert hent á því hárkollu ef þú ert sköllóttur meðan það er verið að dæma þig. Það er já, nú þú kærður fyrir bankar þessi margar. Nei, það er verið að tala um að ok, þú segir þetta sé hrossaskítur. Hvað segir þú? Það væri mjög vandarlegt, það væri kannski 4-5 dómarar. Allir væri með þykkt fallet hár og einn væri sköllóttur, sko. Já, það er ógeðslegt. Og það væri mjög weird. Þess vegna eðlilega er þetta hárrétt og þetta er punktur og gilsarana vantarlega ekki. Þetta er hárrétt og það er punktur og gilsarana. Þetta er frá 16. öld sem þetta byrjaði og þá var örugglega meiri finnismál að vera sköllóttur en það er í dag og þetta er bara eitthvað sem er haldist. Hvernig finnst þetta sé að pakka þið saman í síðustu börningunni?
Nei, pakka þess að, það var jafntefli á ykkur. Ég að pakka úr ekki einu spurning eftir. Nei, ég ætla ein eftir Þetta var síðast, ég ætla að jafna þann og sé að vinna þetta. En ég get eins og að sagt ykkur skemmtilega stjórnlega staðrind í lokinu Elín. Ég var að spá að hafa inn í þessu. Íbúðin hennar Moniku í Friends, ef hún væri á markaði í dag, þá var bara að tala staðsetningina því að þeir sína alltaf húsið í New York og stærðin á henni, þá var hún metin á $3,5 milljónir. Þannig að það væri helviti erfitt fyrir atvinnulausan kokk að búa þar. Góða punktur. Let's light it up until our hearts catch fire. David Guetta hér með Lovers on the Sun. Það styttist í keppendur frá Miss Universe Iceland. Það er á leiðinni hingað í stúdíó til okkar. Við ætlum að ræða hans við góðgerðarleik. Fótbolta. Ég var nú til að sjá fegurðardrottning að spila fótbolta sko. Getur gert það á morgun? Já, ég kennst ekki. Ég ætla að koma sko. Ég ætla að keppa á móti þeim. Já, þú var nú gott að því að hlaupa í 20 mínútur. Við veitum líka að senda þær í giftastofa hjá Drepa. Já, og veistu hvað, það er með landa sko frænka mín að keppa hana sko. Já, ok, vel gert. Þetta er í ættinni. Gullfallegt fólk hana sko. Í ættinni henni? Já, það er svakalega sterk svona fegur að gen hana. Er hún í móður eða föðurætt? Það veit ég ekki. Jú, hún er í föðurætt. Föðurætt, já. Þetta pappiðin fjallmyndalögum. Já, ekki gleyma því. Ég hefði nefnilega getað keppt í Herra Ísland á sínum tíma nefnilega. Herra Ísland er hætt, af hverju er það hætt? Það er bara því að það er svo ljóti kallmenn á Íslandi. Er það þannig? Nei, ég veit ekki. Það er svona skeitt, þetta er mjög skemmtilegt sjónvarpsefni. Mjög skemmtilegt. Hvað er það? Já, þarna kemur... En var ekki alltaf fín þáttak í því? Ég haldi það. Ég átti vinn sem Harry í vinnum minn tók þátt, skeitt på bak, komst ekki svona í top 5. Og ég mætti að peppa hann og með svona stórt skilti sem var bara andlitið á honum. Bara þessu ædolun? Já, risaskilti var bara andlitið á og hann ennþá kallar Harry Ísland út af að tók það átt sko. Ég held að sé út af því að Herra Ísland, hann er ekkert eitthvað að ferðast heiminn að hjálpa börnum sko. Hann var sviftur alltaf, hann var a bad little boy. Hvað gerir Ólíkir? Hann var bara alltaf fullur og með eitthvað flassan eða eitthvað. Hann var með þætti flass og það var léttklætt fólk í þeim þáttum. Hann var sviftur bara því miður. Þór Jósefs, munið eftir honum. Garðar Gunnlaugs, hann vil líka Herra Ísland. Hann var að gera gott í boltanum núna. Það er, sko, menn á góðum árangri að taka þáttan. Þannig að ef við byrjum með þessi keppnið, félagarnir. Herra Blöð? Herra Blöð? Ég ætla ekki með, ég ætla bara að mæta kannski seintum kvöldi, bara þegar þetta er búið og dansa. Þú fyrir til að vera í dómnefnd? Ég er til að vera í dómnefnd, af því að ég er nefnilega, veist, stundum finnst mér bara kallmenn fallin í konur. Já, glæsilegt. Æ, ég sagði þetta upp. Það eru að mæta hérna stelpunar, við skulum fá auglýsingar og svo ætlum við að ræða við þær og senda þær í giftastofa hjá Drepa, þannig ekki voru ykkur að fara land. Egilskull kynnir Uppistandsklúbbur í Hörpu 7. september. Bandaríski grínistinn Ari Shaffir. Það er engin annar en okkar eigin Ari Eldjárn, sem hitar upp miðasala í blússandi gangi á harpa.is. Sena Live. Allt frá tennis til taekwondo. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Við framlengjum sumrinu með Sommersby, föstudaginn 27. ágúst í Stúdentakjallaranum. Framkoma Friðrik Dór og Hildur. Tónleikarnir byrja klukkan 9 og fá þeir fyrstu sem að mæta svæðið glaðning frá Sommersby. Dönsum eins og hálfvitar í Stúdentakjallaranum 27. ágúst. Hvað eiga Mickey Mouse, Geðstirður Svíi og Adolf Hitler sameiginlegt? Þeir eru allir hluti af litríku leikári Þjóðleikhússins. Tryggðu þeir besta verði núna á meðan kortasalan stendur yfir á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið. Leikhúsið þitt. Enski boltinn er að fara í gang og Keiluhöllin hefur aldrei verið í betra formi. This is the best sportbar in the world, sagði Zlatan ekki í viðtali á dögunum. Karlsbergstúkan er komin til að vera með risaskjá og VIP mat og drykk í hálfleik. 2 risatjöld og 14 sjónvarskjáir að sportbarnum. Boltatilboð af mat og drykk yfir öllum leikjum og stemningin. Já, stemningin er hvergi meiri. Allir sem mæta í sokkaskóm á leiki fá ekkert. Þeir munu bara líta kjánalega út. Keiluhöllin sportbar. Mættu snemma. Við höfum góða reynslu af snilldargræjum. Tryggðu þér Lenovo fartölvu á frábæru verði allt frá 69.900 krónum. Nýherji.
Við höfum ráð undir rifi hverju. Mississippi, Kansas, Jack Daniels eða Hickory Smoked svínarif með Roadhouse frönskum og hrásalati. Roadhouse Snorrabraut. Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins. Nú fyllast skólar af úlingum sem eru búin að vera að vinna sér pening í allt sumar. Ríkalega væri nú gaman ef þau kæmi með eitthvað þessum peningum í Makkland og myndu eyða honum þar. Makkland, besta land í heimi. Harry Kane mætir sjóðheitum púlurum og það síður kannski upp úr. Tottenham Liverpool á lengjunni. Tippaðu í beinni. Þú styður alltaf íslenskar íþróttir þegar þú tippar. Lengjan, gerir leikinn skemmtilegri. Langar þig að fara í heimsreisum, læra að surfa á Bali, fara í sjálfboðastarf í Afríku, kafa í kristaltærum sjó eða upplifa menningar Indlands. Hafðu samband við Kilroy. Við látum drauma rætast. Kilroy.is FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það Keiluhöllin sem færir ykkur FM 95 Blö og talandi Keiluhöllina þá náttúrulega enski boltinn á morgun og allir leikirnir í beinni þar og sveimi þá ef það ekki besta aðstæðan á landinu til að horfa á enska boltan. Já, þeir segja það! Þeir segja það, en við erum konum með góða gesti hingað í stúdíóið og þetta eru stelpur sem eru að keppa í Miss Universe Iceland og ég var einmitt að spyrja hvort að Donald Trump ætti keppnina, hann á hann ekki lengur, hann er búin að selja hana. Búin að selja hana? Já, en hvað heiti, bara svo þið kynnið ykkur stelpur? Inga María heiti ég. Inga og þú, það stendur ju að þér Northern Lights. Miss Northern Lights, já. Ok. Miss Northern Lights. Ungur og Hafnarfjörður? Sigurbjörg Ósk. Ungur og Reykjavík? Kolbrún Elma. Ungfrú North Reykjavík? North Reykjavík. Ólafía Ósk. Já, og ungfrú Kópavur? Andrea, þessi hérna Mike er svolítið léluð þannig að þið verða að tala alveg hana. Já, bara alveg upp að hana. Og þeir eru að keppa í, hvað, fótbolta morgun? Jep. Og klukkan hvað er það? Klukkan 1, Fylkisvellinum. Fylkisvellinum, klukkan 1 og á móti bara einhverjum svona þekktum einstaklingum eða ekki? Já, þjóðþekktum Íslandingum. Já. Og getið þið eitthvað í fótbolta? Nei, ég veit, kannski einhver. Vel reyndar hérna menn. Já. Það verður jafnt í liðum og 7-7. Þið stefnið að vinna, eða ekki? Jú, er það ekki? Garðar Gunnlaus ætlar að dæma. Já. Garðar Gunnlaus er dómari? Ok. Algjörlega hlutlaus dómari. Já, mjög. Og Hemmi Hreiðars að keppa? Já. Ég myndi fara að vallega í hann. Hann er gróður. Hann er stór hættur. Já, ég veit að hljóma eitthvað skilla, hann er engin pervert, þið eru ekki að fara að vallega þannig, en hann er mjög gróður í fótbolta. Þannig að passið ykkur á honum. Já. Og hvað, allt, og þetta er gott málefni, ekki? Þetta rennur... Já. Hvernig atkvæði? Hvað kostar inn? 1000 krónur. Það er ekki neitt. Þú mátt alveg borga meira þú vilt. Og þú fara hattrætsmiða. Já, og fara hattrætsmiða. Má getur unnið eitthvað. Ok, og hvað er velunni hattrættinu þetta? Til dæmis miða Justin Bieber tónleikana. Egið það nú ekki, hann á miða báða tónleikana. Ég er að báða. Ég get ekki beðið. Þertuðu með miða báða. En hvenær er hérna keppnin ykkar? 12. september. 12. sept. Það er mánudagskvöld, gamla bíó. Bíberinn er hérna bara sömu helgi. Já, fymtudag, föstudag. Mánudegi. Já, en þið getið ekki verið að hella í ykkur á Bíber. Þið eru að blá edru og það eru undirbóku fyrir keppni. Hárrétt. Þetta með áhugjum því að þú voru fullur á Bíber, eða? Já, veitu hvað? Hvað er verið að blá edru það? En er ekkert skrítið þetta sé á mánudagskvöldi? Er þetta ekki oftast helgar svona keppnir, eða? Jú, þetta átti að vera á sunnudagskvöldi en því að breytt út af tónleikunum. Já, út af Bíbernum. Já. Þannig að fokka ykkur upp. Já, svolítið svo les. Pínu þannig. En við erum með dagskrárlið hér í FM 95 Blöð sem heitir Giftast, sofa hjá drepa og það er gaman að fá stelpur loksins í þann lið því þetta er einhver nett pungalikt af þessu alltaf og við erum búin að velja, við ætlum að vera með þema sem eru Herra Ísland og þannig að ef þið ætti að giftast, sofa hjá eða drepa og valmöguleikarnir eru Garðar Gunnlaugs, Óli Geir og Fjölnir Þorgeirs því að hann er íslenski draumurinn. Þannig að ertu að googla Fjölnir Þorgeirs? Og bara beint í síman bara hæ? Og Fjölnir Þorgeirs er með Mel B. Já, hann verður brjálaður þegar hann frétti þetta. Hann bjargar Mel B. Nei, ekki hugmynd. Nei, hún er að googla Fjölnir Þorgeirs. Og hann bjargaði þessu 200 hestum frá druknum tjörninni. Ég heldur það verið 6 en það er annar mál. Ef við byrjum á þér Inga María. Inga hvernig myndir þú taka þetta? Inga María, verður maður að segja María líka? Já, eiginlega. Ok, fyrir ekki. Giftast, sofa hjá, drepa, Garðar Gunnlaugs, King Óli Geir og Fjölnir Þorgeirs.
Hvað myndirðu velja? Óli Geir myndi drepa hann. Ok. Drepa King Óli Geir. Það skellur. Einhver verður að fara, skiljurðu mig? Já, mér finnst þú samt svolítið hörði í þessu. Við endum oftast á að senda einhvern veginn í sveit og gera það svolítið ljúft en þú fórst beint bara ég myndi drepa Óla Geir. Já. Ok, hvað svo? Svo myndi ég giftast Fjölni. Fjölni Þorgeirs? Já. Svona því að Sigurbjörg þekkir hana, það er ekki á að gera þessu. Nei, hún er ekki að fara að stela honum að þér. Og svo myndi ég að sjálfsögðu svo ég Garðari Gunnlaugs. Svo ég Garðari Gunnlaugs, ok. Helst í kvöld, þegar leikurinn er á morgun. Já, það er ekkert annað. Sendu skilaboð, sendu bara SMS á. Tæma. Sko, ég er eiginlega samanlega Ingumari. Já, þú tekur bara sama? Nei, ég myndi drepa Óli Geir. Grei Óli. Ég myndi giftast Garðari Gunnlaugs og sofa ég á hinum. Já, ég held að hinum. Fjölni, já. Já, sem þú þekkir ekki. Já. Það er líka Fjölni Þorgeirs, sko, það er í veistla. Ungur Reykjavík, hvernig takir þú þetta? Ég myndi... Hvað aðeins nær... Já, Hanna. Ég held að það sé sama á Sigurbjörg. Já, þeir eru nokkuð saman í þessu. Svo hjá Garðari og... Nei, giftast Garðari, svo hjá... Fjölni og drepa Óla Geir. Herðu, þetta er ekki nóg gott fyrir Óla Geir. Egil, hvað myndir þú gera í þessu? Ég þurfti að velja eitthvað sem þremur. Já. Ég myndi alltaf að fara í fjárhagslega öryggið, ég leita mér að eigimanni. Þannig að... Hvað er það, Fjölnin þá? Ég þeir ekki allir peningaldir, sko. Það er vandamálið. Garðar Gunnlaugs á pening, Óli er með mikið af böllum, að nóg til þar og Fjölni Þorgeirs er á 100 hesta. Ég giftist samt Fjól. Giftist Fjól. Já, giftist Fjól. Því að hann er svona, getur lagað hluti heima og smíðað og eitthvað. Já. Ég ætli renni inn í Óla Geir. Það er ekki búin að drepa hann í dag. Já, drepa Garðar. Já, frábært. En þar hafið þið það, kæru hlustendur, við hvetjum alla til þess að mæta á Fylkisvöllin á morgun. Og stiðja gott málefni og bara horfa á, segjum kannski ekki góðan fótbolta, en skemmtilegan fótbolta. Sko, maður á að gera eitt góðverk á dag. Já. Það er bara regla í lífinu. Ætlar þú að mæta? Ætlar þú að keppa? Er eitthvað möguleikir fólk sem kemst ekki en að styrkja þetta samt? Er það eitthvað fræðilegur? Já, það má alltaf styrkja kvennaðatkvæði. Já, það er ekkert eitthvað svona, þeir eru með eitthvað upplýsingar, reiknisupplýsingar, eitthvað sem Við erum bara að græja það. Við erum að græja það, við erum að ræða því. Ég og Blöð í nærlögum að komast, en þú veist, Blöð allir sturla peningum, það getur lagt inn 100-200 skall, sko. Það er ekki bara að senda reiknisnúmerið. Já, þið sendið það bara. Frábært, það kjallar, við komum að stelpur, gangi ykkur vel á morgun og gangi ykkur vel í keppninni sem er 12. september á mánudegi. En til að tjekkja á þessu. Þetta er hins vegar Drake og lagið er One Dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers. Þetta var Drake og lagið One Dance. Við þökkum stelpunum aftur kjallaði fyrir komuna. Miss Universe Iceland. Og eins og við sögðum þá eru það að keppa á Fylkisvellinum morgun klukkan 1. Já, og hvað er betra heldur en að fara að kíkja á skvísu og spila fótbolta, sko? Já, og styrkja gott málefni. Ég hef ekki séð ungu Ísland stelpunum að styrkja gott málefni. Haldið þessi keppni þarna á milli? Já, 100%. Svona catfight. Já, ég man eftir einu sinni var líka til eitthvað svona ungfrúisland.is. Já, alveg rétt. Það var alltaf einhver tíman eitthvað. Það er auðvitað rígur á milli, það segir sjálft. Það heldur að sé rígur á milli Ungfrú Ísland og Miss Universe Iceland, það er 100%. Þetta ég segi bara, mér finnst ógeðslega gaman að setja svona mikið að fallu íslensku kvenfólki. Já, út og opið fyrir söllu bara og svo allir líka á báða keppnina. Sjálfsögðu. Já, mættir það fyrstu þriggjabarna faðir. Skjáma! Já, en ég held reyndar að hinn keppni sé á morgun, það er reyndar lítið farið fyrir henni, Ungfrú Ísland. Já, en það stelpunum sem voru í okkur, það er til 2 vikur. Já, 12. seft. Akkurat. En það er nú bara svona nánast komið að lokum hér hjá okkur drengjum í dag. Hvernig er helgin hjá okkur, strákar mínir? Ég er að fara í afmælis, innflutnings og útskriftar afmæli partí hjá The Coldfather. Það er rosa. Hann heldur þetta í villunni sinni. Og býr í Breiðholtinu. Hann er í Villu þar. Villu í Strítusölunni. Þú kannast nú við í Breiðholtinu svolítið. Og hérna, og ég, já, það verður fyrst alltaf að horfa United í Keiluvöllin og Kings sem að vil. Það keila aðeins eftir leikinn, eftir ég sækir 3 púnta. Það er orðið okkar teipul. Við horfum alla United leiki núna í Keiluvöllinni. Þetta er bara, þú veist, það er út með HD skjávarpa, út með good quality food, út með áfenga shake og þetta er bara Kings sem ég vilja með þetta því þau. Það er bara svo leiðis. Hann er að pakka þau saman. Og ætlar að fara í keilu, maður. Við ætlar að taka keilu á morgun, já. Okkur mætið þú ekki, Sofi? Já, ég er bara öðrum hnöppum að hneppa. Já, kennst ekki keilu og horfa á United? Já, ég myndi aldrei horfa á United, til dæmis. Ég er nóg annað að gera, sko. Þú myndir reynda að fíla United nú það? Þeir eru með góðan bolta í gangi. Zlatan, jú. Já, það er til að kíkja hann.
En hvernig helgin þér? Herru, ég að fara skemmt í kvöld. Sandgerði á morgun skemmta. Sandgerði? Já, Það er brjála að gera þú varst að koma heim, en strax síminn byrjar að hringja þú er að bóka þig, alveg hægri veitri Alveg Villi líka, hann svo ánægður ég komin heim þá fær hann að skemmta með mér Er það alltaf teimið? Já, við erum svona teimið á daginn sko Hún sér það að öll börnin ekki búin að sjá Sveppi 1 ár Shit Þeim þystir í krulla Þú ætlar að bóka alla 5 föstlu í alla helgar Nei, svo hérna Kolbani bauð mér á ég að koma, ekki asnalegt að fara þetta gaman Þetta er okkur asnalegt að koma í ammali og innflöndisparti bara ég þarf eiginlega að fara að heyra betri Kolb og Ég held að það verði mjög gaman því að Kolb kann halda partí og skemmtilegt fólk hana þannig að mættu bara, verður orðin fullur verður orðin crusty Ég er að fara í fertusammalið nefnilega sko á morgun Mættu beint það Kem til Kolbans eftir það Brjála Það var mjög vel Láttu mig heyra Ég elskar að láta mig heyra það út í glasi ég skal gera það Það getur það eiginlega bara alltaf Það er komið að loka með okkur kæra hlustendur Takk kærlega fyrir hlustununa í dag Vonandi höfðu þið gaman að við verðum mættir hér aftur næsta föstudag Og það gæti farið svo drengir Við verðum 4 hérna næsta föstudag í fyrsta sinn Steindi Junior er að klára bíómyndina Þannig að sveimi þá ef hann kemur ekki líka Nú ætlar að halda mér inn í þessu rugli Það er búið að hafa svo gaman að hafa það með Við þurfum eiginlega að hafa það Þú verður eiginlega að vera áfram Það er allavega öllu opnu, það verður skemmtileg þáttur næsta föstudag, við lofum því Þú er í árspásu og gott að þið vinna Ég er skemmtilegur Já, þú ert alveg frábær Þú ætlum að enda þetta á töffara Þetta er gamalt og gott Þessi er búin að koma til Íslands Þó að Justin Bieber sé að leiðinu Egið góða helgi, heyrumst eftir viku Ok, dýllin í Keiluhöllin er þessi Þú fær rútumiða fyrir 2 og frítt far í bæinn helgar ef þú kaupir 6 í fötu Keiluhöllin Egilshöll Þú finnur úrvalssýninga fyrir alla í fjölskyldunni á litríku leikári Þjóðleikhússins. Tryggðu þér besta verðið núna á meðan kortasalan stendur yfir á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið, leikhúsið þitt. Stöð 2 Sport, Exið 977 og fótbolti.net kynna Pele. I won a World Cup for Brazil. Strákurinn sem átti ekkert en breytti öllu. Stórkostleg mynd besta knattspyrnumann fyrr og síðar. Mynd sem allir knattspyrnu áhugamenn verða að sjá. Pele, kominn í sambíóin. Rýmingarsala í Hagkaup Smáralind. Matvara með 25% afslætti, leikföng með 25% afslætti, fatnaður með 25% afslætti, búsahöld með 25% afslætti, raftæki með 25% afslætti. Hagkaup Smáralind. Þau byrja klukkan 9 og fá þeir fyrstu sem að mæta svæðið glaðning frá Summersby. Dönsum eins og hálfvitar í stúdendakjallaranum 27. ágúst. Eftir slys tekur oft við mikil